Já, verið velkomnir áhorfendur góður hér í Káa TV. Hér erum við að fara að sýna beint frá öðrum leik Káa og HK í umspilum lausæti í Ólís-deildinni. Þetta er annar leikur liðana eins og segi og verður vægasagt mikið undir hér í leik. Þessum leik Káa með sigri kemst í lykilstöðu, HK hins vegar jafnar í 1-1. En já, Ágúst Stefánsson heiti ég, var með okkur í dag og með mér er Davíð Már Kristinsson. Takk fyrir það Ágúst, gaman að vera með þér. Já, gaman að fá þig og á kameru er Baldur Már Stefánsson, þakkum honum fyrir kamerustörf. Þetta verður virkilega áhugavert, það kom góður hópur stuðningsmanna Káa með suður og sjáum að hér í mynd. Heldur betur, þeir eru hér mættir með trommur og eru klárir í hörkuslag í kvöld og ætla að styðja sína menn. Já, það er bara flott stemning og það var líka mjög gaman þegar ég kom inn í húsið. Það var ekki sála mætt í stúkuna en samt komum menn inn og þegar þeir mættu svaka stemning strax í trommuna, strax áfram Káa og ég held að það hafi sett svona smá línu hvernig kvöldið verður. Já, góð punktur að leikmenn HK voru að stíga inn og þeir settu svolítið tóninn, stuðningsmenn Káa, þannig að þeir komu kröftu á flotta innkomu. En já, eins og Káa leiðir 1-0 eftir 24-20 sigur í fyrsta leiknum í Káamilinu á laugardaginn. Káa spilaði mjög góðan varnarleik í þenn leik og já, Átsi Egirsnes gerir 10 mörk. Það er eins og spurning hvernig þetta verður í þessum leik. HK gerði svolítið af því þegar leið á leikinn að taka Átsi úr umferð. Káa lenti vandræða með það. Ég hef í grunninn að HK byrjaði á því fyrr í þessum leik. Já, það er rétt hjá Ágúst að kemur mér ekkert á óvart að þeir myndu skoða það að klippa hann einhvern veginn út en hann skoraði einhver 8-9 mörk í síðasta leik. Skoraði 8 mörk úr 8 leik, 2 vítakostum, samanlagt 10 mörk. En já, þá skulum við bara... En það er nokkuð ljóst að HK þurfa að skoða, hafa væntanlega að skoða það frá síðasta leik að hvernig leysa þessa 31 vörn Káamanna. Þeir áttu erfiðleikum með að leysa hana. Þeir leystu mikið inn í 4-2 en Káa höfðu svöruð því. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig HK-liðið hefur unnið heimavinnuna sína. Já, við skulum renna þess yfir Káa-liðið í dag. Það er ein breyting frá leiknum á laugardaginn. Jóhann Einarsson dettur úr hóp og inn kemur Elvar Halldórsson en Káa-liðið er annars svona skipað. Markverðir eru Jóhann Kukubat og Svavar Ingi Sigmundsson. Útileikmenn eru svo Andri Snær Stefánsson, Dagur Gutarsson, Elvar Halldórsson, Átsi Egirsnes, Sigþór Gunnar Jónsson, Heimir Örn Árnason, Daði Jónsson, Jón Heiðar Sigurðsson, Sigþór Árni Heimisson, Ólafur Jóhann Magnússon, Einar Birgir Stefánsson, Einar Logi Friðjónsson og þjálfari er Stefán Árnason eins og við vitum að sjálfsögðu. Við ætlum aðeins að bíða með HK-liðið þegar við ætlum ennþá eftir að fá loka skýrslu. Já, skýrslan, hún er ekki ennþá komin í hús. En eins og HK-liðið mjög öflugt er unnu Þróttarana eftir að hafa lent 1-0 undir eins og þeir eru hér núna móti Káa. Getum við ekki bara búist til því að þeir komi bara tvíeldir innan leik og viti það einmitt að þeir eru bara verða að vinna í dag. Algjörlega og þeir vilja ekki fara norður með 2-0 á bakinu og ég fylgst aðeins með svo HK-liðið vetur og þeir hafa bætt sér heilan helling. Þetta eru ungi strákar, þeir eru í fínu formi, þeir æfa vel, kröftugir og eru á góðum aldri. Það verður gaman að sjá hvernig þeir mæta til leiks núna í stöðunni 1-0 fyrir Káa og svona hvernig karaktereinkenni er í þessum strákum. Algjörlega. Hvernig þeir bregðast mótlæti annað. En pælinga í því hvað HK var í Íslandsmeistari 2012 og voru það stórveldi, þvílíkt fall á liðinu. Þeir bara HK í fyrra bara með fullri virðingu, þeir voru ekki merkilegir, vil ég bara segja. Nei. En Jón Gunnlaugur Viggarsson hefur verið að vinna ótrúlegt starf í vetur. Já, ég er sammála því og það má ekki gleyma að þessi strákar eru bara 1 ára eldri og eru alltaf að safna reynslu í sarpinn og annað og hér var skýrslan að koma. Og auðvitað þegar menn æfa 5-6 í viku, lifta og æfa og tuttast og eru í svo heilum hug, þá koma alltaf framfarir. Já, algjörlega. Annað væri óeðlilegt.
Algjörlega, en hérna eins og segi liðskipan HK komin og þeir eru svona skipaðir. Markverðir Sigurjón Guðmundur Stefánsson, útileikmönnum Bjarki Finnbogason, Tryggvi Þór Tryggvason, Arþór Ingvi Ingvarsson, Pálmi Fannar Sigurðsson, Svavar Kári Gretarsson, Elías Björgvin Sigurðsson, Egill Björgvinsson, Friðgeir Eli Jónasson, Sigurjón Friðbjörn Björnsson, Ingerard Bróbertsson, Ingólfur Páll Ægisson, Kristján Otto Hjálmsson og þjálfari Jón Gunnlaugur Viggarsson. Þetta bara að fresta á hérna hjá okkur. Þetta bara að fresta á. Ég bjóst við að mætingin aðeins betri en það kemur ekki óvart ef að íslenska leiðin tekin og það fullt af fólki sem myndi koma þegar svona 5-10 myndir búin að leiknum. Mér finnst það ekki gleyma því að við erum að keppa við meistaradeild Evrópu. Það eru margir púlarar sem eru búin að bíða lengi eftir því að fá að sjá sitt lið. Já, algjörlega. Jæja, leikurinn hafinn. Já, þetta byrjað. HK í sinni hefðbundnu 6-0 vörn. Já, en sjáum að Andri Snær byrjar í vinstra horninu. Hann spilaði lítið í síðasta leik. Aðrir í byrjanliði KR Sigþór Gunnar Jónsson, en hérna missi KR-boltan. Ekki byrjar þetta beysið hjá KR-mönnum. Svavar Kári. Já, Pálmi nær hérna í aukakast. Já, ótrúlega að Heimir hafa stoppað hann að hitta veldur. Magnaður kappi Heimir Örn Árnason. Ingi trítlar hérna, spila sóknina, tekur miðjuna. Káa í sinni 3-2 vörn sem hefur verið afar góð. Flottar og góða vinnureglur sem eru með í 3-2 vörninni sinni. Já, eins og þetta Dagur Gautarsson, þessi ungi leikmaður, búinn að vera magnaður fremstur. Sjáum hann einmitt þarna stoppa Svavar. Algjörlega, Káa menn gefa tóni hér með góðri vörn strax í byrjun. Já. Já, þeir fer aftur í miðjuinnleysingu. Jóhann Kúkubak. Mættur. Magnaður Jóhann í síðasta leik og hann byrjar vel strax hérna. Þeir fóru hérna í miðjuinnleysingu og rykkingur og línumanni. Ofta árangursríkt á móti framlíkjandi vörn. Þeir hafa klálega farið vel yfir síðasta leik af því að bara þeir voru í bullandi vandræðum með 30 vörnina KA, sérstaklega þegar leið á leikinn þegar KA svona fór að losna hans við riðið, hafði spilað í heila mánuð. Algjörlega. Gaman að sjá hvað Jóni setur upp í, þeir ná í hornamanninn. Hann ætlar að klippir hælskítuna. Setur hann Átse hérna, brotið Átse. Eins og ég reikna fastlega með þeir fari fljótlega í að klippa Átse út ef að sóknarleikur gengur eins vel og gerði löngu nefnilega á síðasta leik. Já, sjáum hvað setur. Já. Átse, aftur Jóniðar, hvað gerir Jóniðar? Sendi ekki missetnu. KA með 2 tapaða bolta í uppáleik, þetta ekki nægilega gott. Spennustigið þetta hátt. Hér allt opið á línunni og Kristján Otto klárar vel. Þetta segurstrákur hann Kristján Otto, hann setti 10 mörk á móti Þrótturunum í oddaleiknum. Já, og var líka feiki öflugur á móti KA í síðasta leik. Tekur víti ákafleysins. Mjög öruggur á vítabóndinu líka. Þetta bara KA menn virka afar ríkar hérna í byrjun. Daði nær ekki þessu bolta. Vill fá aukakast, fær það ekki. Þetta hárréttur dómur. Hérna skoraði annað mark. Það að sjálfsögðu Pálmi Fannar sem gerði þetta og KA-liðið tekur strax leikhlé. Þetta áhugavert að Stefán Átnason tekur leikhlé eftir 3 mínútur. Líst ekkert á blikuna. Ég held að sé samt bara flott til að steppa. Það er greinilegt að það er svona smá titringur í mönnum. Fínt að bara róa þetta strax. Og Steppi hefur líka oft verið rólegur í því að taka leikhlé í leikjum. Það er bara undir lokið sem hann tekur við. Þannig að ég held að hann sé ekki að sóa hann leikhlé þó hann tækja það svona snemma. Algjörlega ekki. Ég held að þetta sé hárrétt greinigjör og þeir KA-menn hafa mist boltan hérna 2-3 mjög klaufalega og auðvitað átti Daði líka að ná þessu frákasti, það er bara klaufalegt. En svona aðeins ef ég tala Daða, að ég gleymi ekki þegar ég sá hann spila fyrsta leikinn í haust á móti IBFU, að þá hugsaði með mér hreinlega hvort að þessi drengur hafi ekki bara valið ranga íþrótt og hefði átti frekar að fara í júdóið. En hafi verið unun að fylgjast með framförunum hans í vetur og þetta er mjög duglegur strákur sem spila hörkugóða vörn og hreyfir sig vel á fótunum og fílhraustur. Já, hann er alltaf að verða betri í handbolta með betri skottækni og annað.
Fyrir mér var Daði rauninni maður leiksins í síðasta leik. Hann var frábær í vörninni, þvílíkur kraftur í honum. En hérna er leikurinn farin aftur af stað. Förum aftur í sama kerfi áðan. Andri finnur Átse. Já, þetta kerfi, þessi útgönguleið hjá þeim bara ekki að virka. Þetta í þriðja skipti sem að tæmingin hjá KM í þessu kerfi hræðileg. Jæja, það gera heimamenn þá, eins og segi, þeir þurfa í rauninni sigur. Ég held að sé eiginlega bara ógerlegt að þurfa að vinna 2 leiki í KM-inu. Já, svona ekkert sem bendi til þess. KM hefur ekki ennþá tapað heima í vetur og... Nei, sjáu þið Dag Gautason, stoppar þarna Svavar. Frábær hjálpavörnu degi. Strákur fætti 2000, framtíðina fyrir sér. Algjörlega. Með frábært vinnu siðferði, æfingasiðferði. Já, Háka fyrir aftur í miðjumlýsinguna. já, hárrétt, Óli blokkering og hvað gerist hér? Gult spjald á loft, var þetta ekki á Kristján Otto, sýndist það? Algjörlega, þetta hárréttu dómari Herði og ólögleg blokkering hérna. Já, þetta sáu þið Sigþór Gunnar sem nú þokkalega hraustur, hann fjallina kittilflattur. Fyrsta gula spjaldið komið í þennan leik. Þau var væntanlega 6 hið minnsta í þessum leik. Já, algjörlega. Það verða fleiri gul kort sveifluð hérna. Jæja, komið Sigþór Árni Heimisson á þetta, setur hann að Sigþór Gunnar. Allt opið í horninu. Nei, Sigþór fer bara í sjálfur í gegn og skorar. Vel spilað og vel klárað á Sissa. Hann góður í þessari stöðu, fær bolta maður og mann. Fer þarna milli 1 og 2 skorar. Já, og hér vinnur K-boltan. Rauðningur sem að Daði fiskar og Dagur í Þetta hljóta að vera 2 mínútur. Ég trúi ekki öðru. Já, hárrétt. 2 mínútur. En Ágúst frábærlega fiskaði Rauðningur á KM-urum hérna. Já, hárrétt. Nú var ég vikinn að misti að hver fekk brottvísununa. Það er Kristján Otto. KM búinn að jafna leikinn. Já, þetta er fljótt að gerast. Og HK með aukamann í sóttinni. Sem þýðir að markið þeirra er tómt. KA skoraði 1 svoleiðis mark í síðasta leik. HK spilaði þetta svolítið. Mikið Svavar. Elias. Já, Ingólfur Páll reyndi þetta fyrir sér, lenti í K-vörninni. Dagur, eins og segi, mikil færsla á degi og kraftur í þessu strák. Algjörlega. Það er gaman að sjá hvað HK með spila núna þetta, já. Flott skot. Heimir með varinn bolta hérna í vörninni. Væntanlega ekki síðasti boltin sem hann verið í kvöld. Nei, algjörlega sjáu ákefðina í þessari K-vörn. Og það er guldspjald. Frábær hjálpavörn, menn eru tilbúinir að vinna fyrir hvort annan. Guldspjald á Sigþór Gunnar. Þá fá heimamenn nýja sókn. Það var bara að fara stýrst í hendina hjá þeim. Ágústsson sem liggur ekkert á, þeir eru eftir að fá manninn. Algjörlega, þeir vilja bara taka langur sókn, eðlilega. Já, þeir eru agaðir. Já, nefnir Árni Stefánsson var að heimta höndinu upp. Það þurfti ekki. Flott marki og Elias í Björgvinni. Já, virkilega vel gert. Það verður að rósa HK-ingurinn fyrir þolinmóð og aga í þessu sókn. Spiluðu og letu boltan ganga 2-3 viðbót og fengu mark. Algjörlega. Reynir Átse sendingu í hægra horni. Við erum með Dag Gauta í hægra horninu. Lína dæmir. Bóas Börkur. Mjög vel gert hjá Sissa að klára með marki, en ég veit ekki sem vilja á augnkast þarna. Já, ég sá þetta ekki. Bóas í fínni aðstöðu til að dæma þetta. Já. Verðum að treysta honum. Já, við treystum dómarapari dagsins. Bóas Berki og Herði. Kristján Halldórsson eftirlitsmaður í dag. Bóas, 1000 þjálasmiður, líka fínt bifvélavirki.
Já. En það er Önurella. Já, Dagur vinnur boltanum. Fyrir alla leið. Þetta verður það sem Sigþór Gunnar nær frákastinu og skorar. Og Káa er búið að jafna leikinn á ný. Virkilega vel gert að Deyja ná boltanum og líka vel gert að Sigþór Gunnar að vera velvakandi. Oft þá fara mann ekki alla leið í hraðalöfum að fylgja eftir. Hárrétt. En Káa fekk ekki mörg hraðalöfsmörk í síðasta leik þrátt fyrir góða vörn og markvörslu. Vel vari á Jóhann. Já, hans annars skot í dag. Guldspjald á Daða Jónsson syns mér. Annað gula spjaldi í leiknum. Á Káa-liðið þar að segja. Sigþór Gunnar og Daði komið guldspjald. Tónninni gefið svo sannarlega hér í upphafi, menn það er heitt í mönnum strax og það veit á gott fyrir leikinn. Menn aðeins að láta gott annan heyra og auðvitað þyknar upp í mönnum fyrir það. Sjáum líka að það er búið að fjölga svolítið í stúkunni og það komið fín stemning í húsið. Já, fín stemming hér í Digranessi. Já, Átse missir boltan, Kristján Otto stilur honum, kemur til hraðarbið. Hvað gerir hann? Hann skorar. Annað mark Kristján Otto í dag. Kristjáns Otto skulum við öllu hundu segja. Algjörlega, hann missir annað mark og er komið eina brottvísun. Hann spilaði stórt hlutverk hérna í byrjun leiks. Já. Já, þetta var ekki nógu gott. Þetta var bara skiptingu yfir úr hægri horni yfir á vinstra horni. Þetta voru menn ekki alveg að tengja. Nei, eins og það er búið að vera rúldið af lýsandi við sendingum með Káa sem aðverleiks og það er ekki búin að 10 mínútur. Já. Er ekki komið tími til að tengja, sungu skriði á klukkunum ári og ég er viss um að eftir þessi sendingu þá verða menn aðeins skarpari. Já, það vonum það. Steppi eitthvað sem átt að syngja lagið góða í leikliðina á það. Frábær vörn hjá Káa, Svavar Kári Gretarsson. Æfið með Káa í yngri blokkum. Já, mjög öflugur leikmaður Svavar. Svavar var í Eyjum. Líka, þessi örfundu leikmenn eru ekki á hverju strái. Nei. Sjáuð þið Daða Jónsson. Það fór kannski full langt þarna og fekk 2 mínútur. Og Svavar líka, þeir áttust nú þokkalega við í leiknum í Káa-millinu á laugardaginn. Heimir róar hérna Daða Jónsson niður og það er afar skynsamlega gert hjá honum. Hann er bara 10 mínútur búinn á leiknum og algjör óþarfi að missa sig alveg. Eins og segir, sko, þeir áttust þokkalega við í leiknum í Káa-millinu og þeir fá bara strax brottvísunum hérna, réttir núna 10 mínútur búinn á leiknum. Heldur betur og ágæðastuðullin hérna, ágæðast í leiknum og það er afar hátt og en þetta viljum við bara fá. Ég held að þetta sé bara aðeins fóstmekkurinn af því sem við munum sjá hér í kvöld. Algjörlega. Ég segi, ef menn er ekki til í að berjast fyrir félagið sitt í svona leik þá er mann að gera eitthvað vitlaust í lífinu. Hvað gera HK með aukamann í sókninni, 6 á 5. Reyna að finna Kristján Otto. Frábær línusending, Kristján Otto vel gert að grípa þarna. Já, en náttúrulega þjarmað á honum og hann fær aukakasti. Öndi komin upp og Jóhann Kukkubætt ver, en það er ekki nóg. Og Ingólfur Páll. Já, þú sér Ágúst að þetta skiptir máli þessi litlu smáatriði að ná frákustum og annað. Ákvað ná frákusti á hann, Daði náði ekki frákusti á hann, þetta skiptir máli. Menn verður að vera klári í þessi litlu atriði. Já, frákustin er meira en bara lítið atriði held ég. Þetta sé bara þess að við getum unni og tapa leikjum. Já, það er rétt. Já, þá er Einar kominn inn á línuna. Já, Einar Danski sem við kallum hann. Einar Birgir. Öflugur strákur, Átse, sækir vítakast. Vel gert hjá honum að sækja þetta. Og guldspjald á Sigurjón.
Sigurjón nú eldri en 2 veturinn í þessum bransa. Algjörlega, og þá kemur Andri Snær Stefánsson og fer á punktinn. Já, Ég spái að það sé niðri okkar megin. já, það var hárrétt hjá þér. Andri Snær skorar fyrsta mark sitt í leiknum og minkar muninn 5-4. Átse tók vítin í síðasta leik, klikkaði þetta á loka vítinu, þess vegna fann Andri sensin núna. Fínt með 2 öfluga vítaskiptur í liðinu. Það kemur Ingi Rafn, hvað gerir hann? Komin hérna öðrum megin, sjáu þið Daða, ræðst á hendina. Daði verður samt að passa sig, hann vill ekki lenda með 2 og 2 strax í fyrri hálfleik. Nei. En gott að spila hart og fast og allt það. Algjörlega. Friðgeir Elí stoppaður, hann sótt hérna Sigþór Gunnar og Andra Snæ. Styttist vantarlega í höndina, lítið að gerist í sóttinni. Góð vörn hjá Degi. Já. Andri komin upp. Finna Kristján Otto. Sigþór Gunnar mættur í hjálpavörn, mjög flott hjá þér. Algjörlega. Nú er spurning, ætli ég sé búin með 2 sendingar, eitthvað svoleiðis. Sýnist að gefa merki það. Ætli Friðgeir Elí fari ekki upp í skot núna. Elías, vel klárað. Elías Björgvin Sigurðsson með skoti í gólfið og upp. Þetta var frábærlega skotið á honum. Það er alltaf erfitt fyrir markmenn að verja svona skot sem fari í gólfið og upp. Erfitt að reikna þau þegar þau koma upp. Algjörlega. Kemur Sissi á þetta, setur hann Átse upp. Fær aukastið á endanum. Við þurfum eiginlega einhvern veginn á að losa Átse betur inn og koma hann betur inn í leikinn. Ég segi 10 mörk í síðasta leik. Það munar minna. Sigþór Gunnar með geggja skot fyrir utan. Þetta var upp reyngu. Þetta var mjög vel gert hjá Sigþóri Gunnari. Þetta er duglegur strákur sem er duglegur að gera hnébeitun sinna á borða holt og æfir mjög vel og hefur bætt sig í vetur. Já, mikla framfarir og mér finnst líka bara sjálfstraust í honum virkilega komið. Hann er ótrúlega lunginn, það vantar aðeins upp að meira sjálfstraust þegar hann komið í leikinn. Það er svo sannarlega kikkinn þegar allt er undir. Algjörlega, hann er náttúrulega að spila eiginlega þannig séð á sínu fyrsta tímabili í meistaraflokki og hann er bara 21 árs og hann á eftir að bæta sig helling. Nýlega valinn í æfingahóp með U21. Með mjög gott vinnu á æfingarsiðferðið og hann mun skila honum þegar fram í sækir. Já. Hér er aukast Elías með fínt skot sem að Jóhann ver, en það var sjálfsögðu brot. Jæja. Já, við farum í 4-2. Elías 1-1. Jóhann ver. Þetta hefði Sigþór Gunnar átt að fara fyrr í hjálpavörðina. Hjálpa fyrr. Það skildi svolítið Daða einan eftir með hann. Já, á stóru svæði. Hann kannski bara treysti kannski fyrir Daða. Daði er búinn að vera mjög öflugur, en nú hefur höndin komin upp. Daði stoppar hérna Inga Rafn. Stillir líka bara aftur upp fyrir Elías, hann gerir virkilega vel á hann. Já, eða komið boltan yfir á Frikka og Frikki. Það er spurning. Missetnum sending og beint í hennar á Sissa. Ká hratt á þetta, Heimir Árna með. Sissi á Heimi og Heimir. Framhjá. Já, Heimir óöpinn þetta. Andri Snær gerir vel hérna var. Þeir voru rauninni 2 á Andra einan hérna og Andri ákvað bara að keyra manninn og brjóta. Andri las leikinn vel hérna og braut vel á honum. Einhverjir hefðu bara beðið og þá lendir í vandræðum 2-1. En þá kemur Svavar aftur inn í sóknarleik heimamanna. Sjáum að það er komið markaförð. Háka ekki bort skorum réttum á 3 mínútur. Það kom langur kafli í leiknum á laugardaginn sem liðið skoruðu ekki. Það voru 10 mínútur á báðum liðum.
Ingi Rafn er þarna aukakasti. Hágangur ekki alveg ná að höggva hnútinn í sókninni. Nei, Svavar, það lost hann Svavar og Þetta er hárréttur dómur, svolítið spól hjá Svavar hérna, ég held að hann að vera á 5. skrefi. Já, en kraftur í honum. Kimi Sissi. Já, Heimi veit nákvæmlega hvað hann að gera, róar þetta aðeins. Þá koma Heimir og Andri Snær út af. Þá kemur Dagur í vinstra hornið og Ólafur Jóhann Magnússon, sjóarinn síkáti í hægra hornið. Já, Óli Bartes kemur inn á í hægra hornið og það er ekki slæmt fyrir KA-liðið. Já, og svo vinnustur ekki á Einar Loga Friðjónsson í hægri skiptunni. Eins og Átse ekki komist almennilega í takt við leikinn, hann er fínt að prófa kempuna Einar Loga Friðjónsson. Já, ég held að þetta sé mjög klókt hjá Stefáni og láta Einar Loga fá nokkra mínútur og sjá hvort hann ná ekki að komast í takt við leikinn. Já. Sissi stöðvar hérna. Pálmi Fannar góður í að stöðva hann. Hending komin upp. Einar Logi setur hann Sigþór Gunnar sem að skimmi skotið og skorar. Frábærlega gert hjá Sigþóri Gunnari. KA-menn höggva hérna nútinn og jafna leikinn. Þeir þurftu á þessu marki að halda svo sannarlega. Og líka bara vel gert. Þetta er annað markið í röð sem Sigþór er að skora reynu upp úr engu. Hann gerir þetta bara sjálfur og þarna virkilega þurftu við á skotið að halda. Og staðan orðin jöfn 6-6. Þegar KA-lið er að ströggla svona í sókninni þá þurfa það svona ódýrum mörkum að halda. Klálega. Háká ekki búið skorunum í rúmar 5 mínútur. Hvað gerist hér? Guldspjald á Sigþór Árna Heimisson. Þetta er loka gullarspjald KA í dag. Það er að segja á útileikmennina. Æja, Ingi Rafn upp með hörku skot á þessi steinleikur. Mér finnst Jóhann eigi að verja þennan bolta, það er bara mín persónulega skoðun. Hann er komin langt út á miðju og skýtur í nærhornið. Já. En að samanskapi mjög vel gert fyrir Inga Rafni Róberts í HK. Já, hann má líka eiga það, hann náði honum vel upp í skeytin, samt var hann bara púss líka. Ég vil bara dáist það svona jafnvægi mönnum. Sigþór Árni setur hann á Sigþór Gunnar og Dagur í hotninu og skorar. Frábærlega vel spila. Sigþór losar þetta með vinstri og niður í hotn. Já, ég einmitt horfði á aukaæfingu hjá KA-liðinu daginn þeir sem að geta mæta snemma í KA-milið og það var einmitt akkurat verið að æfa þessa sendingu bakvið, aftur fyrir bak, niður í hotn. Já, ég veit að Stefán þjálfari KA leggur mikið upp úr valæfingum og finna rétta tæmingar í stöðum sem geta komið. Já, og þetta er greinilega að skilja sér því þetta var virkilega vel gert. Sem Kristján Otto sækir hérna Sigþór Gunnar, aukakasti dæmt. Þá sýnst mér taka leiklið heimamenn. Jón Gunnlaugur Vigásson tekur leiklið. Skulum við kannski... Þessi leikur er bara í hörku jafnvægi, það er 7-7 hérna. Þá hendum við í HK-lagið í gang, ef við heyrið þetta áhrifði góðir. Já. Stefán Hilmarsson, ég þekki þetta rétt. Ekki annar en Stefán Hilmars. Frábært lag eins og flest lög HK, þau eru þó nokkur. En ef við rennum að sér markaskoruna til þessa, Elías Björgvin og Kristján Otto með 2 mörk á heimamönnum. Svo eru Pálmi Fannar, Ingi Rafn og Ingólfur Páll með 1 mark. Hjá KA. Þá er Sigþór Gunnar Jónsson með 3 mörk, Dagur Guttarsson með 2, Andri Snær og Sigþór Árni Heimisson með 1 mark. Og eins og segi, þetta er bara stál í stál eins og kannski reiknum við með. Þetta er algjörlega bara stál í stál og fyrstu 20 mínúturnar gefa afar góð fyrirheit það sem framöndan er. Algjörlega. Nú er spurning, ætli þetta lag kveiki ekki aðeins í stúkunni. Áfram HK vetur, vor, sumar, haust eins og það segir að leiðin góða. Hver er höfundur lags og texta, veistu það? Nei, það veit ég því miður ekki, en vikinni ég hef mjög gaman af HK lögunum eins og þetta flestum íslenskum stuðningsmannalögum. Það er vantarlega mikið stefgjöld að þessu lagi. Þetta er magnað, en þetta er að fara að komast aftur á stað hjá okkur hérna. HK hefur leikina 9.
Það verður gaman að sjá hvað Jón Gunnlaugur hefur lagt upp með í leikhléinu. Hvaða fæslur hann fer í núna. Eins og Jón Gunnlaugur er búinn að gera mjög flotta hluti með HK, búinn að rífa liðið mikið upp núna í vetur. Þetta er að mínum þetta skref en það kemur ekki sök, það skýtur yfir. Þetta skoði yfir, já, frá Sævari. Já, kemur mættilega í klippinguna, nei. Ok, verður skotið yfir hinum meginn, einn ánlagi þessu sinni. Það sé að vel gert til Heimi Árnasyni í skiptingunni, stillir boltanum og skorar. Það er þokkalega reynsla í þessu. Heldur betur flottur leikleistur hjá Heimi þarna sem að koma á háréttu tímapunkti á stælboltanum. Já, lúrðið þarna bakvið sóknarmann í HK ef hann kom inn á í skiptingunni og stælboltanum listilega vel gert. Og Káa er allt í komið yfir. HK búið að leiða hér upp á við leiks. Spurning hvað áhrif það hefur. Ég finnst vörn Káamann að vera að koma betur og betur saman núna. Ég er hjartanlega sammála og HK þrátt fyrir þessi búin að skora 7 mörk þá eru samt aðeins að ströggla í sókninni. Já, við finnst þess að leikur sé svolítið að snúast núna. Sigþór Gunnar stillir boltanum. Þeir eru 2 og 1, hvað gerir hann? Hvítur komið tilbaka, já. Dagur, nýtt þetta drengur. Já. Dagur Gautason klárar þetta. Dagur Gautason með þessi 3. mark í dag og Káa er komið 2 mörkum yfir. Þetta er rosalega fljótt að gerast. Þetta er fljótt að breytast. 3 mörk frá Káa í röð, þess að sjáum í punktunum þetta undir Káa nafninu. Tölfræðin hugsaði fyrir öllu hérna á Káa TV. Þá poppar myndi upp markaþörðin hjá HK. 3 mörk án marks núna. Já, frábær varnarleikur á Daða en það kæmi mér ekkert óvart ef hann fengi aðra 2 mínútna brottvísun fljótlega en Já, hann er að dansa á línunni. Það er að segja línunni í dómgæslu upp á varða brottvísun, það er að segja. Svavar upp. Sjáu þið Sigþór Gunnar. Sko Jón Heiðar var að spila þessa stöðu í síðasta leik. Frábærlega í vörninni. Samt kemur Sigþór Gunnar núna og hann er samt þessi frábærlega. Þetta var afar klaufalegt hjá HK. Glópar hérna boltanum, kasta beint út af. Já, Káa hefur eins og að náða að loka fyrir sín mistök. Byrjuðu hvað á 3 töpum boltum. Það sem er kannski athyglisverðast í þessu er að Káa er núna 2 mörkum yfir en hafa samt í raun og veru ekki fundið taktið sinni sóknarlega. Þeir eiga hann inni. Já, sammála því. En mér finnst samt að vera svona blikur á lofti. Þetta er að lagast. Og líka vonandi bara það að innkoma eina slóa kveiki kannski aðeins í Átse Egilsnes okkar. Sigþór Gunnar, sá er heitur! 3. marki hans. Þetta er hans 4. mark í dag. Ja, 4. mark fyrir ekki. Þau eru orðið bara svo mörg, það er erfitt að tella þetta. Hann er búinn að eiga flottan leik hér í dag og eins og ég sagði á hann, þetta er strákur, ungu strákur sem er duglegur að æfa og tilbúinn að láta gott að sér leiða. Já, eins og ég kemur bara, mér finnst bara frábært að hann sé verðlauna með því að velja hann í æfinga á 21. En þá opnast allt á línunni, en Jóhann Kukobat. Ver hérna frá Kristjáni Ottó í dauða færi. Þetta getur verið svolítið svona munurinn á liðunum ef að Jóhann fer í gang. Daði Jónsson. Hvað sagði ég rétt á þann? Sagði að það væri mjög stutt í aðra brottvísun. Þetta var mjög klaufalegt hjá honum. Já, átti að sleppa hann leið og hann fann að var að missa hann. Það þarf ekki alltaf að tækla menn á 14-16 metrum. Nei, þá er eins og Káa einum færri og við fáum Átse Egilsnes afturinn. Spilur þetta bakverðinn. Ingi, þetta er Friðgeir kemur með skoti og klárar þetta. Frábærlega gert hjá Friðgeir Eli. Hann ógnaði þetta línusendingunu, hoppaði upp og skaut. Algjörlega. Friðgeir Eli fættur 88, uppalinn í Gróttu. Já, ættu að búið með þinn pistil hann. Já, frábær drengur. Já. En sjáum að Káa fær aukamann í sóttina, tökum Jóhann Kukobat út.
Sissi. Bara frábærleg tíma frá. Hvað gerist hér? Kristján Otto liggur, fór hérna út í Átse eins og stendur. Og það er 2 mínútur á Kristján Otto. Stefán vill fá 2 mínútur og verður á ósinni. Ég verður ekki að ég misti aðeins að hvað gerðist þarna. Ég sá bara allt í hennu að Kristján Otto fer út og mætir honum og fellur svo í jörðina. En það kannski skiptir ekki öllu máli. En mér langar að segja eitt, klippingin á Sigþóri Gunnari er frábær. Hann hoppar á bringuna á hákamanninum, sleppur honum á hárréttum tímabúti, vinnur í sig 1,5 mann. Já. Ég get alveg lofa því að hann hefði ekki getað gert þetta fyrir 5-6 mánuðum síðan. Mikla framfæri hjá honum. Já, Sissi, það er alltaf búin að vera með svona meiðslavandræðan síðustu 2 ár og mjög gaman að sjá þegar að Sissi er heill, ótrúlegur hraði og flottur strákur. Hérna spilaði kerfið sitt Færeyjar, eins og það kalla. Já, en flott varsla hjá þeim, hérna, en þeir hitt ekki markið. Þarna á Sigþór Árni Heimisson hreinlega bara að skora. Markmaðurinn Exar, hann hefði bara til að setja inn í gólfið og ekki um klofið, en fer í gömlu góðu millihæðina. Já, en var nokkuð til haps að HK skildi ekki hitta í tóma markið okkar. Heldur betur, klaufalegt til þeim, þeir eru getað minkað þetta í 1. Þá kemur Jón Heiðar inn á, þeir fara aftur í Færeyjar kerfið sitt. Sjáum hérna, reynum að 8 örvarnið, gengur ekki, finnum þá Sigþór Gunnar, Einar og Einar skorar. Vel gert hjá Einar, þetta er stór og sterkur strákur, mikill skrokkur, það er þetta að vinna helling með hennar strák á næstu árum. Já, Einar Birgir Stefánsson, Einar danski eins og við kallar í hópnum, mjög sterkur strákur og ef við erum að tala um framfærir í vetur, þá er sá drengur svo sannarlega í þeim flokki líka. Já, algjörlega og ef hann æfir vel á næstu árum þá munum verða meiri framfærir. Já. Hann hefur skrokkinn og það er hægt að nýta hann hérna inn á línunni. Já. En er Sigþór Gunnar að ná að stoppa með hann, stoppar hann Freyr Eli. Hérna vantar okkur bara HB Stats á leikinn til að telja löglegar stöðvanir. Það væri ekki verra að hafa þá. Ólafur Sigurgeirsson að vinna stórkostlegt starf í HB Stats. Heldur betur og á róskildi fyrir. Algjörlega, er einn af þeim mönnum sem er að lyfta okkar íþrótt á hærra plan. Það er afar óeigingjarnt starf. Þá erum við komin aftur á stað hérna. Styttist í lok fyrri hálfleiks. Hvað gera heimamenn hér? Munur 3 mörk. Jón Heiðar er að klapsa í boltan. Ágangur er ekki alveg að ná að höggva á hnútinn. Höndin er komin upp. Frábær varnarleikur. Líka frábær línusetningu Friðgeri. Nú er hendin komin upp. Já, búin að vera upp í smá tíma. Já, vera upp í smá tíma. Þeir þurfa að fá mark. Freyr Eli með neglu sem að Jóma ver. Það voru allt opið á línunni. Tryggvi Þór Tryggvason skorar sem fyrsta markið setið í dag. Ef ég fer með rétt mál þá er þetta 3. eða 4. frákast sem HK er að taka í þessum leik. Já. Eins og við segjum, klálega mjög stór partur af þessum leikjum, hvernig þau fara þessi fráköst. Engin spurning. KM þurfa að fara yfir þetta í seinni hálfleik og ná þessum frákostum. Já, þeir ná í horni, Dagur losar. Jón Heiðar, fín klipping. Sissi reynir 8 fyrir dag og Dagur í stöngina. En Ólafur Jóhann er frákastunni og Einar danski. Ruðningur. En það sem við sjáum í þessar sókn, þarna hefði KM átt að vera sneggri að gefa boltan yfir. Það var komin yfirtala en það lokaðist fyrir hana, þeir voru of lengi að gefa yfir. Já. Og allt í einu geta HK minga munin í 1 mark hér. Rétt rúm mínúta eftir að fyrri hálfleik. Já, þeir fara í einlýsingu frá skittu. Elias á þetta Ruðningur, vel gert hjá Ólafi Jóhanni Magnúsinni. Sá las þetta vel. Já, Óli er mjög góður í þessari stöðu að fiska Ruðning.
Já, bara mjög klókur einmitt líka, hvenær hann á að hjálpa í vörninu og hvenær hann á ekki. Algjörlega, hann góður að taka skrefið, þarna tók hann skrefið til vinstri og fekk ruðninginn. Já. Góður leiklestur. Hann er mestum tíma sínum út á sjó, samt alltaf með handbolta, formið sitt á hreinu. Hérna missum við boltan. Þetta var afar erfið sending á Sigþóri með vinstri hendi gegnum 2 leikmenn HK. Átse sleppir með skrekkinn þarna. Braut þarna á honum Pálma. Í raun og veru lág KM ekki neitt á. Það voru 30 sekúndur til hálfleiks. Það er Jón Gunnlaugur að taka aftur leikli. Já, hann tekur leikli. Fáir þjálfarar sem að taka seinna leikliðið sitt í fyrri hálfleik. Já, þetta er áhugaverð nálgun En alltaf svo sem veit það að mark núna minnka munin 1 mark og ef ég man rétt þá, HK byrjar í seinna hálfleik. Þetta getur verið sveifla på 2 mörk. Þetta getur verið mjög klókt. Heldur betur og það er betra að fara inn í leikli þegar það er bara 1 mark fórskoti eða 2. Það segir sér sjálf. Já, að sjálfsögðu. Það hefur líka hellinga að segja að fá að byrja síðar á líka. Hjartanlega sammála og góðu punktur. Það hefur mikið að segja. En verður áhugavert að sjá hvað heimamenn hafa kokkað upp 12 sekúndur til hálfleiks. Það er spurning hvort þeir fari aftur í innlýsingu frá stuðlinum eða skittunni. Hvort það hægri skittan fari inn og þeir fari í 4-2. Það sé ekki líka að Sigurjón komi úr horninu. Þeir verða svolítið að vinna með það. Finnst eins og sé ekki þessi kláran Sigurjón. Nei, þeir fari í miðju innlýsingu. Og þeir skora Elías Björgvin Sigurðsson og Jóni Gunnlaugi var að ósk sinni. Staðan 10-11 fyrir KA þegar við flautað til hálfleiks. Það verður að segjast að þessi miðjuinnlýsing var frábærlega vel tímasett. Tæmingin afar góð og Elías fer hérna maður mann og skora gott mark. Já, mjög vel gert hjá HK-liðinu og HK, manni fannst leikurinn vera að snúast okkur í vil. Nú er HK búið að ná að snúa þessu aftur og svona koma klálega sterkari inn í seinni hálfleiki eins og síðustu mínútur hafa verið að spilast. KA ekki búið að skora hann með rétt um 3,5 mínútu. Hárrétt. En við skulum renna aðeins yfir markaskorurina, byrjum á heimamönnum í HK. Elías Björgvin er með 3 mörk, Kristján Otto með 2 mörk og reynda komið 2 mínútur. Svo eru þið Tryggvi Þór, Pálmi Fannar, Friðgeir Eli, Ingi Rafn, Ingólfur Páll, allir með 1 mark og svo er Svavar Kári líka með Brottisson, 3 Brottisonir á HK-liði. KA-megin, Sigþór Gunnar Jónsson, 4 mörk, Dagur Gautarsson með 3, svo eru það Heimir Örn, Andri Snær, Sigþór Árni og Einar Birgir með 1 mark, svo er það Daði Jónsson með 2 mínútur. Það er afar dýrt. Það er mjög erfitt því að það mæðir mikið á Daða í okkar varnarleik. Nú eru HK-ingar að kalla inn kvennalið HK sem á dögunum vann sér inn sæti í Ólísdeild kvenna. Já, það eru þetta eftir okkar stúlkum í KA Þór. En þetta er þokkalegu fjöldi sem eru með þetta. En á meðan þetta kíkja á Þetta er 1 stykki glæsilegt handboltalið. Já, vel gert, eins og ég sagði þegar KA Þór og þau mættist í lokaleik Grill 66 kvenna. Ég sá alveg fyrir mig að myndu klára þetta umspil eins og þær gerðu. Þetta er hörkulið. Algjörlega og ég vissum að bæði KA Þór og HK með örlítið styrkingu á leikmannahópnum sínu þá munu þið standa sig vel á næsta ári. Já, en hérna sjáum við hvernig tímalínan hefur verið að spilast. Eins og HK byrjar betur, leiðir svona fyrstu 18 mínúturnar, fyrstu 20 mínúturnar, svo kemur góður kapli frá KA, við ná 3 marka forskoti, en HK endar þetta betur og minnka munin í 1 mark og því er staðan 10-11. Kíkjum kannski örstutt á tölfræði liðana, hvernig þetta er að gerast hérna hjá okkur. Sjáum að staðan er 10-11. Vítanýting, það er bara 1 víti til þessa og þeir nýttu það ekki. Svo það er KA skoraði úr víti. Þetta var klikk á mér, HK var ekki fengið víti. Smá klikk. Þú ert mannlegur þrátt fyrir allt, þú gerir mistök.
Já, þetta verðum ekki taka um það, en hérna lögum við þetta. Lengsta markaruna, KR skoraði 4 mörk í röð og hefur mest náð 3 marka forskoti. Lengsta markaþurinn er svipuð hjá liðunum, HK 5,5 mínútu, 4,46 KR. Markvarslan, hún er líka akkurat öfug, það er 7 varnarskot hjá KR og 2 hjá HK. Já. Það er svolítið munur á þessum liðum, held ég, og ég ótrúlega að munurinn sé það ekki meira þessi. Það er eiginlega rétt hjá þér og gaman að rýna í þessu tölfræði og hún segir manni ýmislegt en algjörlega. Og hér sjáum við mitt hérna HK búið að skora 2 mörk með manni aukamann í sókninni og 1 mark manni færri. Það telur rosalega mikið. Það gerir það. Hvort þú náir að koma boltum í neti manni færri. Algjörlega. En við skulum kannski vera að setja gott í bili og kíkja svo síðar á leikinn þegar næði dregur. Takk fyrir okkur í bili. Engin spurning. Býður þér kannski eftir því þegar þú voruð konið meistaraflokk að hlaupa hérna fram á aftur og skora og sjá allt húsið trillast þegar þú settur hann í netið? Já, það var nokkuð gaman. Búinn að missa hann fyrir. Og Baldur Þorsteinsson skorar! Sá er kaldur! Ég á ekki til orð. Þvílíkt vítakast! Eittingsson. Nei, hann lætur boltann fara og Þorsteinn tilbaka við skot og hann skorar! Þetta var samvinna. Og hann skorar! Patrekur Jóhannesson á greinilega að klára þetta fyrir KR-menn. 16 og KR-menn í sókn. Þeir kemur Heimir og hann er gegn og skorar! Heimir Óttarsson! Og aftur út og þeir skora KR-menn. Það er Hafsteinn Jakobsson sem skorar. Þeir vandast og færi til Gunnar Már og hann skorar! Og Alfreð í gegn og skorar! Glæsilega gert hjá Alfreð Gíslasyni. Aftur á Ævar og hann skorar og tryggir KR sigurinn. Það er knattspyrnufélag Akureyrar sem er bikarmeistari karla í blaki. Og Íslandsbikarinn syngir KR á Akureyri. Það henni bara Jóhann Jóhannsson og hann skorar 24. Jóhann Jóhannsson með fjórða markið. KR Íslandsmeistari.
þá erum við komin aftur í loftið hérna úr Digranesi. Farið að styttast í síðari hálfleikinn, eins og við sjáum hérna í mynd. Góður hópur KM-manna mættir í Digranesið. Það var mjög, svona ég segi, bara mjög ánægður með að skildi vera hópur sem koma norðan og svo alltaf KM-menn er í Reykjavík sem að styðja liðið hér fyrir sunnan. Já, gaman líka að sjá góða mætingu á HK og þetta er bara verður hér hörku stemming og hörku leikur hérna í seinni hálfleik. Já, vonum það. Það mun alltaf bara einu marki á þessum liðum. Ég finnst það svolítið áhuga maður rennur aðeins yfir hérna bekkinn hjá KA-liðinu. Stebbi og þjálfari, en svo erum við með sko starfsmaður B, Hreidþór Hauksson, starfsmaður C, Jónatan Magnússon, starfsmaður D, Baldur Halldórsson. Já, þetta er afar klókt hjá Stefáni að fá Jónatan og hreinsa með leikinn. Þeir gefa liðinu svona, eða hópnum með ákveðna vikt og ákveðna orku og nærveru. Já, algjörlega. Þá er leikurinn farin af stað. Það er bara svo áhugavert líka, hann bara veit það að þarf ekki að sjúka þarf að verið störa. Þetta eru menn sem eru hugsaði önnur verk. En já, eins og HK í sókninni og getur jafnað metin. Friðgeir og Inga Rafn. Ingi gerir vel að finna Friðgeir hérna, en Jóhann Kukobat, hans 8. varðaskot hér í dag. Vel var í honum, hann stóð bara í horninu og beið. Sjá allt of Hvað? Nú skil ég ekki alveg af hverju hann er að stoppa. Já, ok, það hlaut að vera, það var ólulegt frumkast frá Jóhann. Rétt skal verið rétt. Já. Ef það hefði verið eitthvað annað þá hefði ég ekki verið sáttur, en hárrétt hjá Bóasi, Berki og Herði. Já. Jæja, nú faraði vantalega í Kaíró hreyfingu, Daði kemur út, já. Ja. Spila út frá því. Sissi aftur á Átsi. Sigþór Gunnar heldur áfram uppdæðum hætti og skorar með flottu undirhættaskoti. Frábært undirhættaskot, eða láskot eins og Ómar Ragnarsson kallaði þetta. Nákvæmlega, ekki klikkar Ómar. Í nærhornið. Sigþór Gunnar með skínandi leik hér í dag. 5 mörk. Af 12. Sem er að vaksa og dafna. Einhverju voru að kalla eftir meira framlagi frá honum miðað við leikinn á laugardaginn. Sá er að svara því kalli. Heldur betur. Hér leysir Sigurjón. Búið að flauta hérna. Sigurjón. Frábær fótavinna hjá Degi í vörninni. Algjörlega. Hann veit að til þess að spila góða varnarleik þarf maður fyrst að vinna fótun og svo fylgja hendurnar í kjölfarið. Já. Ég sjá að mæðir áfram mikið á Daða Jónssoni með 2 brottisönir nú þegar. Já, það kemur ekki óvart að HK myndi svolítið leggja upp með að eðlilega að sækja á Daða Jónsson og reyna að fiska hann út af í 3. brottisuna. Já, reyndar eigum við alltaf inni Jón Heiðar Sigurðsson. Hann var frábær í bakverðinum á laugardaginn. Þannig að það kemur maður í mannstað, en nú er höndi komin upp. Já. Daði er rólegur, já. Friðgeir með skot framhjá. Já, hálfgert neyðarskot hjá Friðgeiri. Já, höndi alltaf var þetta uppi. Sissi Heimir. Sigþór er bara allt og lengi að gefa hann að mínum að. Sissi hefur eitthvað mistið í sig eða eitthvað. Hann haltraði, en heldur áfram. Nei, hann mun bara harka þetta af sér og nú þarf hann að horfa fram að við að hætta að pæla í þessum dómi. Já. Það er hann hættu við núna. Ég held að þetta sé bara rétt að dómarinn, ég var að segja alveg eins og er. Já. Elías upp í skotið, en Jóhann Kukobat ver. Dagur er enginn í marki. Hljóta var 2 myndir Brottisson og Óli skorar. Og 2 myndir Brottisson á Pálma. Já, fór hann aftan í dag. Þetta var samt mjög tefft. Dagur var svolítið lengi að gefa þetta á Óla. En hann er aftan í hann og hann á alltaf aldrei að rífa aftan í. Þú bara sérstaklega í svona stöðu í hraðalegur á þetta alltaf 2 mínútur. Ég sé að Ólafur Jóhann, hann er búinn að skera svolítið
kílóin af sér hérna á sjónum. Hann er greinilega duglegur að fara á hlaupabretti milli vaktaskipta og minnka mataskammtinn þetta á sjónum. Já, hann æfði mikið með KA-liðinu kringum páskana, þá var hann mikið í landi og þá æfði hann eins og skepna. Allt opið hérna fyrir Kristján Otto og hann skorar. En ég held hann hefði bara fengið löglegt mark hérna. Hérna voru KA-menni kannski fínu heppni, verð ég að segja. Já, Ingi Rafn skot sem að Jóhann Kukubat ver. Áfram heldur Jóhann að taka svona bolta sem er krúsjál. Heimir Örn Árnason kemur í gegn og skorar. Heimir Örn Árnason með annað mark sitt í leiknum. Vel gert hjá Heimi. Hann sér að HK-ingarnir eru lengi að snúa tilbaka í vörn og þeir notfæra sér það. KA með komin 4 mörkum yfir. 5 mínútur búnar af seinni hálfleik. Þeir eru byrjun á síðari hálfleik. HK ekki búið að komast að blaða ennþá. KA búið að skora 3 mörk. Nú verðum við samt að halda áfram. KA hefur gengið erfiðlega í vetur með að klára leikina. Það er að ganga frá leikjum. Friðgeir Eli aukast. Styttist í mannin hjá HK. Já, þetta var nú klókt hjá Friðgeir Eli. Baðum að gólfið er aðeins þurrkað. Það kemur oft með fleiri árum spiluðum. Það er bara algjörlega, þá fá menn aðeins að pústa og aðeins að reagera. Algjörlega. En hér er leikurinn aftur af stað. Sjónni fer. Þetta er viðsöndu sending. KA liðið drífur sig fram. Kemur þetta í sendinvíkina en Heimi róa þetta vantarlega í kjölfarið. Sissi Gunnar í gegn og sækir vítakast. Sá þetta smá klub, ekki var hún stór. Hann ákvað að vaða á þetta og tveggja þetta brottvísun á Friðgeir Eli. Hann hlýtur að hafa sagt eitthvað. Þetta er dýrt fyrir HK. Ég er enda bjóst við að þetta er í ruðningur en dómararnir vissi sinni sök og vel gert hjá Sigþóri Gunnar að ná þarna í víti og 2 mínútur. Eins og sér bara sko, þetta serðu mann með sko sjálfstrausti í botni. Þetta er annarkvæmt vítakast eða ruðningur, ekki var þetta mikil opnun en HK samt að láta sér vaða á þetta og sótt þetta vítakast. Algjörlega, öruggari leiðin hefur kannski verið að setja hann í gólfi dönsku sendingunni í hotn. Klárlega, frábærlega fiska hjá honum og vítakast og 2 mínútur í brottus. Andri Snær, það er gamli góði lausi hausinn. Þetta höfum við nú séð áður frá honum. Ég held líka að Andri sé líka svo ánægður að vera í fyrsteldinni í vetur sko því að það er svo margir ungir strákar sem þekki ekki stílinn hans og hann er bara að gera það svo oft bara í vetur. Já. En 5 marka forskot KA, HK manni færri, eru vísu með aukamann í sóttinni núna. Þetta er ekki það sem Jón Gunnlaugur lagði upp með í hálfleiknum, sem alveg handist það. Taktu eftir línumanni á HK, hann er að koma svolítið út og reyna að skikja á senderinn á KA, en mér finnst svona, er ekki alveg að skilja þessar skikkingar hjá honum. Já, Kristján Otto á línunni. Sigþór Gunnar er boltanum. Þannig er Óli Bartur Frös. Og Óli hlýtur að skora þessu. Gerir það. Frábærlega slútt hjá honum. KA með komin 6 mörkum yfir. Þú mátt ekki missa boltan svona með marki tóm. Það er bara þannig. Þetta er gríðarlega klaufalegt. Einföld klipping sem að HK er að framkvæma en hún klikkar hrapalega. Eins og KA búið að skora hana 5 fyrstu mörk síðari hálfleiks. Sjáum við sem með boltan niðri í okkur. 5 í röð. Daði, verður klákur. Vítaka, nei! Þetta er svona klassísku dómur á mínum að heimaliðið er komið 6 mörkum undir. Það kemur svona 50-50 dómur. Þeir fá víti og 2 mínútur brottsins. Við höfum oft séð þetta áður. Ég held að þetta sé svolítið til í þessu hjá dómarum. Já, mér fannst hann samt sleppa snemma en aðja. En ég vissum að ef staðan væri 10-10 þá hefur aldrei gefið honum 2 mínútur. Aldrei. Já, það er
eitthvað til í því held ég, en hvað gera heimamenn þá? Kristján Otto á línunni, hann heggur á hnútinn og kemur HK aftur í gang. Og staðan 11-16. Hvað gerist hér? Hér er einhver reikistefna, Kristján Halldórsson. Sissa Halldórs leiðist alveg þessi seremóni eða heitt og heldur. Hann er að setja út af það að Daði setjist hjá stuðningsmönnum KA. Af hverju, nú veit ég ekki, af hverju má hann ekki setja hjá stuðningsmönnum KA að vera á trommunum? Og hann er komin eins langt frá vellinum að hugstast getur. Já, þetta er athyglisvert. Þarna er Kristján Halldórsson, vita kannski einhverjar reglur sem ég þekki ekki. Hann kann reglubókstæðin betur en ég og þú. Já, en ég man bara svo vel eftir í hérna þegar Þrándur Gíslason Roth fór á trommunar með leik með Akureyri, en hér er allt opið fyrir Dag Gautason, Dagur skorar. Frábærlega slútt á degi, en ég verð að segja sendingin á Sigþóri Gunnar frábærlega tímasett. Já, þetta er flott spil í okkar mönnum. Rétt greip hann og í gólfið, mjög hot. Þá er spurning hvað heimamenn gera hér, manni fleiri. Þeir verða að minnka munin sem allra fyrst. Pálmi kominn í vinstri skítluna. Ingi Rapp. Fín klipping. Rauningur, nei. Vel spilað á HK. Já. Pálmi Fannar sem að skorar hérna. Hann rétt náði að losa boltan á hann og fekk ruðning á sig. Já, þetta fannst mér eins og Óli væri að leika saman leika í fyrrháleik þar sem hann sótti ruðning, en svo var ekki. Mikilvægt mark fyrir HK. Já. Styttist í mannin á KA-liðinu. Nú reynir svolítið á skynnsemin á KA. Þá akkurat tekur Jón Heiðar skot þarna. Já, þetta var ákaflega illa ígrundað. Þeir skora í tóttmarkið. Þetta er að sveiflast aftur. Heimamenn búin að minnka munin í... Það reynlega lá ekkert á að framkvæma eitthvað skot þarna. Já. Menn verða aðeins að lesa leikinn og rýna í leikinn. Já, ég held að Jón Heiðar hafi haldið að hann væri með aukakasti. Það var þarna smá hangi í honum, en það var ekki nóg. Hugsanlega tvöfaldi sénsinn. Gamli góði Heimir Árna sénsinn sem hann kýsa kallaði. Hann er nú hart tekið á Jóni Heiðari. Jón Heiðar afar klókur leikmaður og vona að hann nái sér í gang hérna. Dagur. Jón Heiðar rettar þessu. Sækir á kastið. Erfið sending á degi. Styttist náttúrulega í hendina, já, hún er komin. Þá kemur magnaskot frá Jóni Heiðari Sigurðssyni. Frábært skot hjá honum og bolti syngur í netinu. Já, vel gert. Gamla góða skrefskoti þegar mennirnir eru með hendurna niðri yfir hausinn. Ok, þeir stoppuðu leikinn andan þegar Átse lá. Ég held ég að vera kannski eitthvað að plaga Átse, en sem betur verið svo ekki. Mjög mikilvægt fyrir okkur að hann haldist heill. Já, þeir fara í stöðuskipti. Opna hornið, Sigurjón með skot sem er Jóhann Ver. Káa kemur hérna á þetta, Jón Heiðar á Dag og Dagur. En vel varið frá honum. Vel varið á Stefáni Huldar. Já, hann er segur í markinu, Stefán. Já, hann tók nokkur góð skot í KM á laugardaginn og kannski að koma sér í gang aftur hér.
Ekki verið mikið varin skoti á heimamönnum til þessa. Ég hér, tapa heimamenn boltanum. Og Heimir Árna fljótur í róum okkur, strákar, róum okkur. Já, það liggur ekkert á. Þessi tími vinnur með okkur. 5 mörkum yfir. En eins og segja, komanda langur kapli í leiknum á laugardaginn sem að liðin skoruðu ekki. Það voru 10 mínútur sem að liðu. Háka fara langt út með bakverðina. Þannig að Jón þarf svolítið að nóðast og sækja og reyna að búa til opnanir. Ingi Rafn fengið eitthvað högg á við augað, sýnst mér. Eitthvað kvenka sér. En hann er harður af sér. Vonum að það sé ekkert klístur þarna í kringum augun, það er fátt verra. Ja. Sigþór Gunnar gerir vel í að finna hornið. Dagur, vítakast! Þetta leit ekki vel út. Og hvað erum við að sjá hér? Hvað erum við að sjá hér? Það er rautt spjald á Kristján Otto. Nú þurfa menn að beint rautt spjald á Kristján. Aðeins að róa sig. Og það er blátt spjald líka. Já, það fylgir alltaf blátt spjald, rauður spjald í dag. Þannig að það kemur svo sem ekki á óvart. En nei. Þetta var ekki fallegt. Dagur var að koma sér hérna inn í horninu og þetta séu að hann flaug strax í jörðina. Þetta var mjög hættulegt að fá högg. Þú ert komin inn í loftið. Já, þetta leit mjög illa út. Vægast sagt illa. En sem betur fer, þá er lagið með hann. Stefán Huldar ekki langt frá því verja frábærlega skoraði á Andra. Já, Andri sem skorar úr vítakastinu. Tvö mörk í röð frá Káa. Nú reynir svolítið á andli hans styrkja og Háka. Hvernig eru 6 mörkum undir, geta þeir unnið þennan munu? Eru þeir klárir í það? Já. Frábærlega skoti á Pálma. Já, gerir þetta gott mark og laga stöðuna fyrir Háka. Mætti bolta hérna vel og gott skot á 3. skrefi. Já. Fjærhóttnið. Jæja. Já, Háka einhverja ennþá á einum færri. Hvað gera KM núna? Þeir fara í Færeyjar. Átt sem er skot en Stefán verður frá honum. Hérna hefði Áki mögulega átt að Laugumar að vinna Jón hér á línuna en vel var ég á Stefáni Huldar. Með grunar átt sér hann langir svolítið að komast á blað, komast í gang. Þessi skot voru inni í honum í síðasta leik. Svavar lendir í degi. Ég skil ekki alveg þessa hreyfingu og svo var ég að reyna að koma boltan tilbaka þegar það er verið að reyna að búa til yfirtölu hinum einn. Pálmi leysir inn. Allt opið fyrir Bjarka og Bjarki skorar. Bjarki Finnbogason með sitt annað mark í röð. Já. Það var ekki Pálmi sem skoraði á hann. Jó, það var það Pálmi. Já. En já, munurinn aftur orðinn 4 mörk. Káa svaraði með 2 mörk í röð á hann. Jafnt í liðu núna. Háka að spila 5+1 vörðina sína. Fáum við Einar Birgi aftur á línuna. Sjáum við Sigþór Gunnar, sækir vítakastið. Og það er alveg spurning hvort að þarna hefðu dómararnir ekki mátt gefa 2 mínútna brottvísun. Já, ég held svo sem að vítakastið sé samanlega rétt þarna. Það var rauninni bara, hann mistur rauninni bara að manninu, hann var ekkert að íta á eftir honum með eitt svoleiðis rauninni. Þetta var algjör veisla hjá Sigþóri Gunnar, hann lendi einn á móti Tryggva Þór
á stóru svæði. Jæja, þá fær Andri Snær að taka vítið. Þetta smá bið. Andri skorar. Andri verið afar fjölhæfur í vítakostunum. Sett hann í bæði hornin, í gólfið og í millihæð og niðri. Já. Það er gríðarlega mikilvægt að nýta vítakostin. Það var bæðilega gert hér í dag. Jæja, síðan hálfleikur rétt rúmlega hálfnaður. Káa er í kjörstöðu, en það er nóg eftir að þessu. Svavar Kári, Elías og hann skorar. Vel gert hjá Elíasi. Setur hann þetta með frá síðunni. Sér líka að Jóhann er að fara á nærstöngina og setja bara fram hjá Jóhann. Algjörlega. Sjáu þið, Daða Jónsson, hann stendur upp í horninu og klappar með sínum mönnum. Jæja, Sigþór Gunnar, sjóandi heitur í dag. Kemur Otse, tekið niður. Jón Heiðar. Vel gert hjá Áka og ná lossan. Opna hotni Jón Óli, en var frá honum Stefán Öldar. Það verður rósa Káa-liðinu fyrir að ná allan að gefa boltan út í hotn. Já, hér Óli hefði mátt klára þetta betur. Hér er Jóhann Kúkabat að svara með vörslu hinum megin. Jóhann íbúinn að gera 2 ára samning við Káa. Já. Svo sannarlega frábær kaup fyrir Káa að hafa fengið hann í sumar. Já, búið að mjög gott að fá Jóhann. En þá tekur Stefán Rúnar Árnason leikhlé. Hans fyrsta leikhlé í síðari hálfleik. Þá skulum kannski aðeins að renna yfir tölfræðina. Hér sjáum við hana. Þeir Elías Björgvin og Pálmi Fannar eru búin að skora 4 mörk í liði heimamanna. Kristján Otto Hjálmsson skoraði 3 áður en hann fekk rauðaspjaldið áðan. Svo eru þið Bjarki, Tryggvi Þór, Freygeir Eli, Ingi Rafn og Ingólfur Páll. Allir búin að skora 1 mark í Káa-liðinu. Sigþór Gunnar áfram markast með 5 mörk. Andri Snær kom með 4, öllur vítakostum. Dagur Guttormsson er líka með 4, Heimir Örn Árnason og Ólafur Jóhann Magnússon með 2. Svo eru Jón Heiðar, Sigþór Árni og Einar Birgir með 1 mark og eins og segja Daði Jónsson með rauðspjald. Það sem er svolítið athyglisvert að rýna í að Áki Íslands er ekki ennþá voru komin á blað eins og þú nefndir rétt til áðan. Og ég tel það harla ólíklegt að hann verði slakur 2 leiki í röð, þannig að veita gott fyrir Káa-liðið í næsta leik að þeir munu eiga hann inni. Já, Átsi er mjög öflugur en HK er klárlega ekki að leggja svolítið upp með það að reyna að ná honum úr jafnvægjunum Átsi. Þetta hafa verið að mæta honum framar þó ekkert endilega að klippa honum út. Jæja, Jón Heiðar komist í gegn. Gekk ekki alveg, þarna átti hann Pálma Fannar eftir og hann stöðvaði hann endanum. Jæja, Jón Heiðar á Átsi upp. Enn er Stefán frá honum, en Dagur Gautason nær frákastinu. Þetta er þessi frákast við talum. Algjörlega, og Áki svolítið fastur núna í fjærháttunum, mætti setja hann í nær kannski. Það er auðvitað að segja það hér upp í blaðamannastúku. Já, það er svolítið erfiðar að gera þetta á vellinum. Átsi, sá er óhrættur. Já, þetta er hárréttur dómur, þetta er skref, tekur smá spól hérna. Já. Smá fjárhjóladrif. Ég held að fjárhjóladrifið minnkaði spólið, en vá, Jóhann Kúkabat grípur þennan bolta og Tryggvi Þór liggur eftir. Káa, ruðningur Átsi. Sniðut að stoppa leikinn. En liggur Tryggvi Þór í teig heimamanna. Árni Stefánsson og Magnús Sigurður Sigurólfsson. Þeir láta vel í sér heyra á pöllunum. Já, það er spurning hvernig staðan er á honum Tryggva. Hann liggur enn og ekki enn búið að fá neitt að kíkja á hann. Jæja, það gerist hér. Þetta er vantilega bara smá njask. Tryggvi kemur vantilega út af og næði sér góðum á nokkru mínútum. Já, hann náttúrulega verður að hvíla í 3 sóknir núna. Algjörlega, 9 reglurnar, tiltölulega 9 reglurnar. Já, komum bara í vetur, það ekki? Algjörlega.
Já, var það í vetur? Kannski var veturinn áður. Já, það getur verið. Rennur allt í eitt. Og lifnar svolítið aftur í stuðningsmönnum en það bæði því KM og HK. Það sem er kannski svolítið athyglisvert í þessu að mér finnst að þessi leikur á mörguleyti minna svolítið á HK-leikin í nóvember í Dagranesi. Það var KA leið allan leikinn, svo gerði HK mjög gott áhlaup og það er spurning hvort það sama verði på teningu núna. Já, hárrétt. KA leiddi þá með 6 mörkum í hálfleik en HK kom sterkt tilbaka og endanum vann KA innsparksigur eftir svakalega spennu á lokamyndunum. En með smá skynsemi þá eiga KA menn ekki að vera íkja stressaðir. En eins og þetta hefur verið svona smá vandamál hjá KA að ná að klára leikina. Nú erum við akkurat í þeirri stöðu að HK getur komið sér aftur inn í þetta eða KA kláraði þetta. Bjarki fær þetta aukasti. Sótti þarna á Jón Heiðar og Óla. Já, þeir fara í skiptvinnu. Lítið að gerast upp Bjarki vandræðum. KA-menn mæta þeim framalega. Höndurinn uppi. Friðgeir Eli. Jóvan Kukobat. Hann er að vera þessi 14. skot í dag. Já, Jóhann vandanum vaxinn. Sissi á. Sissi of lengi að gefa hann. Þarna var. Við vorum yfir tölvölda 3-2 rauninni. Algjörlega. Þetta þarf hann að skoða teipi eftir leik. Ef ég þekki þjálfarinn okkar Stebba Árna þá er það svo sannarlega gert. Og oftar en tvisvar, oftar en þrisvar. Og oftar en kannski 4 sinnum. Já. Þá erum við heim með Árna á línunni. Jón Heiðar. Aukakast. Aukakast. Þetta var svona stað eins og voru að tala áðan með Sigþóri Gunnari. Annað hvort þetta er ruðningur eða vítakast. Já, það er aukakast þarna. Salomón Stómur. Það er kannski ítskiljanlegt en. Eins og segir Salomón Stómur. Það voru allir sáttir eða allir pirraðir. Vel orða Ágúst. Hárrétt greining. Æja, Sissi með flott skot sem að Stefán Huldarver. En í þessa millihæð sem að. Og Svavar í dauðafæri og Harry kloppar Jóhann Kukobat. Og Svavar Kári er að skora sitt fyrsta mark í dag. 17:20, 10 mínútur eftir. Já, þetta er svo sannarlega leikur. Verða KA með klóki núna og skynsamir eða ætlar að færa HK-ingunum þetta. Færa þeim þetta í hendur, það kemur í ljós og verður gaman að sjá. Eins og þetta eru tæpar 10 mínútur eftir að þessu. Átse Egirsnes, setur hann að Sissi. Já, búið með skrefin. Á 5. skrefi hérna. Æja. Það kæmur ekki óvart að það er einhver tapað bolti á KA núna. Já, vonum ekki. Jón Heiðar, Átse. Gerði vel hérna, var við það að missa boltan. Ríkt honum aftur. Sérðu hjálpavörðina HK, þeir eru mætti 2. Þeir eru klári í síðustu 10 mínútur í leiknum. Já, skildi engan undra. Jón Heiðar setur hann á í Átse. Enn eitt brotna fríkastið á HK. Þeir eru að standa. Setur hann í hendina. Hörkusar á Átse. Ennþá í fjærhóttinu. Átse fær hérna 2 mynda brottvísun. Það var ekki alveg nógu gáfulegt hjá honum. Hann kvartar undan dómnum en ég held að sé hárrétt. Ég held að það sé hárrétt líka og ég fannst þetta ekki mjög gáfulegt hjá honum. Nei. En verða að vera með kaldan haus núna og vera svolítið skynsamir. Það eru 9 mínútur eftir og vera svolítið cool á því og bara að segja KA-mennir. Já, en þau segja HK er núna í góðu færi á að komast þér aftur inn í leikinn. Þeir geta minkar í 2. Já, manni fleiri, það er bara 2 mínútur viðbót. Elías lítur á vörðina, reyna 8 hotni, gengur ekki. Bjarki upp, skot, en Jóhann Kukobat ver, Ólafur nær frákastinu. Sér það að Jóhann var bara löngu mættur í nærhornið þarna. Já. Óli með gott frákast. Ég sá líka, Óli þurfti virkilega að hlaupa eftir þessu bolta, hann gerði það. Þetta er nákvæmlega sem við viljum sjá.
Káa tekur Jóhann ekki út af. Við spilum bara manni færri. Ég hrifinn af því þessari stöðu. Ég skil vel að þjálfarteimi Háka sé ekki ánægð með þessa aðgerð hjá Háka. Þau skutu allt og snemma. Já. Æja, hvað gerir Káa hér? Manni færri. Mark væri gríðarlega mikilvægt. Höndri komin uppi. Sissi prjónar sig í gegn og skorar. Þetta er gríðarlega dýrmætt fyrir Káa, einum færri og komast 4 mörkum yfir í staðins að Háka hefði minkað í 2 áðan. Já, klárlega. Sissi maður á móti Manni, það er erfitt að eiga við hann. Þú vilt bara ekki að hann fái svona plás eins og það gerist þarna. Æja, Ingi Rafn kemur á vörðina, skorar. Að koma að því að hann náði að vinna Sigþór Gunnar í vörðinni með liðræðingunni. Já, þetta var samt einkennileg gabbreiðing hjá honum, þetta var svona en vel framkvæmt skot að einhvers fyrir. Var þetta ekki bara gamla góða Jóa Bjarna einfalda fintan? En jæja, Káa með fullskapalið, Átsi Egilsnes mætir aftur til leiks. Jæja, Sissi, Átsi, Jón Heiðar, við þurfum að finna, fá upp meira spil, finna okkur að opna þeir. Sissi! Brotið á honum. Nú reynir svolítið að þólum á Káa, hafa mikla breytt og láta bolta ganga tvísa-þrísari viðbót, fá opnum, þeir fá opnum. Ákváður að spila 5+1, það er meira pláss fyrir aftan. Höndi komin upp, Sissi í gegn og skorar Sigþór Árni Heimisson. Sá er að stíga upp. Alexander Arnarsson, aðstofþjálfari Háka, vill fá skref, ég veit ekki með það. Nei, ég held að það sé ekki rétt. Ég held að það sé bara 3 skref. Sissi bara ótrúlega klókur í þessari stöðu. Jæja. Bjarki við það komast í gegn hana, Jón Heiðar sá við honum. Háká þarf á markið að halda. Tæpar 6 mínútur eftir af þessu. Káa leið með 4. Svavar Kári með skot sem að Jóhann Kukkvold ver og Sigþór Árni í nær framkastinu. Herfilegt skot hjá Svavari. Kemur hann inn á miðju og skýtur beint á markmannin. Já, en sjá líka Jóhann Kukkvold, hann fagnar þessi eins og þessi búin að vinna það leik. En það held ég þetta skot, þetta mun vega mjög þungt þegar leiktíminn er liðinn. Jæja, Átsi, Jón Heiðar, var frá honum Stefán Huldar. Háká ennþá möguleika. Heimir Árna fylgir Elíasi, Elías með skot og Jóhann ver en aukakast. Heimir klókur þarna truflar Elías en fær engar brottvísun. Nákvæmlega. Gerir bara það sem hann veit hann má gera. Já, en það dómaramenntaður. Dómaramenntaður og vansins líkur í nokkur ár. Jæja, Bjarki með skot af vörninni, hotkast. Jón Heiðar fagnar þessu. Bjarki búinn að vera að puða svolítið núna undanfarið. Þeir þurfa að finna einhverja aðra opnun. Jæja, engar opnur fyrir Bjarka, en í andra aðeins finnir Svavar endanum. Jón Heiðar stoppar Svavar. Háká verður að fá mark í þessari sókn, það er bara þannig. Finnur Sissa, Sissi setur fram og Óli fær boltan. Þetta var ótrúlegt. Og hann skorar Ólafur Jóhann Magnússon. Káa leiðir með 5 mörkum og þá taka heimamenn leikhlé. Jón Gunnlaugur Viggósson tekur leikhlé. Ég held að þetta sé bara í rauninu á seint. Já, þeir þurfa allan að fá mark ansi snemma en þetta lítur ekki vel út fyrir það og það er líka bara, það er lítið að gera sóknarna hjá Háka núna, veist. Þeir eru í vandræðum að finna menn, þeir eru bara skota upp úr litlu. Þeir eru svolítið að Káamenn alltaf mæta hann svolítið framalega og þeir eru að sækja svolítið beint á varnarmennina. Þeir eru ekki að sækja til hlíðara á milli í göti og lossa. Þeir eru að sækja svolítið beint og eru svolítið að puða og streða. Nú veit ekki hversu vel þið heyrið í þessu en stemningin Káamenn í stúkunni er yndisleg. Sjáum líka Árna Jakob Stefánsson við trommunar.
Þvílíkur maður. Pabbi Stebba Árna þjálfarans okkar, eins og kannski flestir ættu að vita. Algjörlega. Líkir þeir frekar. Aðeins daufari stemning, HK megin, hefur það verið flott lengst af hér í dag. Fjórar mínútur og 1 sekúnda eftir á þessu leik. Hvað gera heimamenn hér? Þeir verða að fá mark. 5 markamunur. Elías við það missa hann þarna. Sleppur þó. Bjarki á Elías. Hvað gerir hann? Jón Heiðar kemur sig gegn og skorar. Þetta var reynda frábærlega gert í Elíasi. Hann kemur hérna í góða fintu og fer fram hjá manninum. Fekk líka nóg pláss. Kannski myndi af því að við erum að mæta svona utarlega. Algjörlega. Það var erfitt fyrir Jón Heiðar. En nú vil ég bara fá langa sókn. Nú þurfa Jón Heiðar og Sigþór Árni að vera svolítið klókir. Ekki fara að taka eitthvað skot eða einhverja lélega línasundingu. Þurfum samt að sækja markið, fá mikið hendina strax upp. Sissi brotið á honum fær hérna högg á andlitið. Ekki dæmt á þetta. Pálmi Fannar sleppir svekkinn. Þetta bara rétt hjá dómarinn og verður ekkert að gefa eitthvað á svona týndingaskít. Hendur komin upp. Ég var einmitt hræddur þetta, settist í hendina. Átse, Sissi, hvaðan kemur skotið. Sissi fær aftur högg í andlitið en HK mönnum til varnar, þá Sissi hann að vinna mun neðar en flestir eru og þar eru hendunar oft. Já, en það bara klókt hjá Káa. Nú að fara að ná í fríkust og éta eins úr tíman og annað, þannig að... Átse setur hann á Jón Heiðar. Kemst ekki áfram hann að aukast. Góð vörn hérna Svavari, hann steig inn í. Átse kemur með skotið, framhjá. Þetta búið. Á fremsta sókn. HK. Svavar Kári í horninu. Jóvan Kukobat við þetta brotið Óla rétt. Óli með gott frákast. 2 mínútur og 15 sekúndur eftir. Káa leið með 4 og HK farið að mæta okkur mjög framalega. En Ágúst, þú sér það að Káa að ná þessum frákustum í seinni hálfleik sem voru ekki að ná í fyrri hálfleik. Átse setur hann í Jón Heiðar. Vorum hann í yfirtölu en fínt kannski við fáum kannski bara trefum tíman. Tími vinnir með okkur. Jón Heiðar klókt hjá honum. Fáum við hérna. Í staðinn fyrir að æða einhverja 50-50 aðgerð þá bara næra hann í aukakastið. Við erum við það að sigla þessu inn. En við erum svo sem við Káamenn höfum sem því miður lent í því að missa gott forskot niður á skömmum tíma. Skulum ekkert að minnast á hvaða leik ég er að tala um þar. Átsi Egilsnes. Brotið á honum. Þarna var hann hreinlega heppinn að fá ekki ruðning á sig. Já, ég sammála því. Hörður hefði alveg getað dæmt ruðning hérna. Aukastið fengum við. Höndri komin upp. Dagur. Varur frá honum. Stefán. Svavar hlýtur að fara á þetta. Þetta skref. Já, það dæmt, það skref. Þarna held ég að þetta hafi verið síðast að tækifæri HK. Skref á Svavar Kára og Káa kemur hér í sóttina. Já, mér finnst ótrúlegt hvað mikið menn að taka þetta skref í dag. Já, það búið að vera mikið það. Rétt mínúta eftir. Nú það Káa bara að taka langa sókn. Þú þurfum ekkert endilega að finna markið. Já, farið í 4-2 heiminn fyrir hann á línu. Óla Átse kemur inn og hann kemst hann á blað. Það einhvern í knái. Átse Egilsnes. Skora sitt fyrsta mark á 59 mínútu. Það gerist nú ekki oft. En, Ingi Rapp. Hann lagar stöðuna. En það kannski ekki bara Káa-liðið að við erum samt að vinna ótrúlega sterkan útisigur þrátt fyrir að Átse Egilsnes sé aðeins með 1 mark og það núna. Já, raun og veru finnst mér þetta bara svona 70% framistæð, 65-70% framistæð Káa-liðina. Rosa sterkt að vinna hérna á útivelli og margir leikmenn eiga svona mikið inni. Já, en eins og við sögðum fyrr í útsendingunni þá held ég að sé rosalega erfitt fyrir HK að þurfa að koma tvisvar í KM-lið til þess að sækja sigur. Og hér skorar Jón Heiðar Sigurðsson, hans annar mark í dag. Þetta er búið. 20-25 sigur Káa.
Káa er komið í 2-0 í þessu einvígi. Þarf 1 sigur í viðbót. Næsti leikur er í Káa-heimilinu á fimmtudaginn og Þeir eru hreinlega farnir að finna smá lykt af bensíni og ólís. og þau ekki að sniffa það. Þessi meiri bara... Nei, við skulum vona að þeir fari ekki eitthvað svoleiðis rugl. En já, þetta er algjörlega frábært. Káa leið 2-0 og góðu Káamenn vilji endilega gera það fyrir mig að fjölmenna í Káa-heimili á fimmtudaginn klukkan 7. Káa getur tryggt sér sæti í deild þeirra bestu með sigri á fimmtudaginn. Og það er líka mjög skemmtileg bónus á fimmtudaginn að spilastokkarnir eru komnir í hús og verða til sölu í Káa-heimilinu. Spilastokkar með myndum af leikmönnum Káa og Káa Þórs. Við setjum tvistinn út og breytum í Spaðan, já. spaða eins og segir í laginu. Laginu góða. En já, frábær framistæða hjá Káa í dag. Það er miklu meira en að segja að koma og vinna útivelli í svona innvíi. Já, algjörlega og þetta var frábær framistæða á Káa-liðinu í dag. Eins og ég sagði á hann, þeir voru bara að spila á 60-70% styrk og krafti fast fyrir í dag en vinna samt. Þeir eiga mann inni eins og Áka. Daði fær 3 brottvísanir snemma leiks. Já. En þeir bara sigla þessu heim. Algjörlega, skulum við renna þessi við tölfræðina. Byrjum á heimamunni HK, Elías Björgvin markast með 5 mörk. Pálmi Fannar með 4, Ingi Rafn og Kristján Otto með 3. Kristján Otto fekk hérna beint rautt spjald. Bjarki Finnbogason, Tryggvi Þór, Svavar Kári, Friðgeir Eli og Ingólfur Páll með 1 mark. Káamegin, þá er Sigþór Gunnar með 5 mörk. Ég held hann ekki skora mark í síðari hálfleik, ég held að allt verið í fyrri hálfleik. Andri Steinn með 4 mörk öllum vítum. Dagur Gunnarsson 1 með 4, Sigþór Árni Einarsson með 3 og samt Ólafi Jóni Magnússyni. Heimir Örn og Jón Heiðar með 2 mörk og þá verið Átsi Eysteinsson og Einar Birgir með 1 mark og Daði Jónsson fekk þetta rauða spjald fyrir 3 brottvísanir. Skulum við kíkja á tölfræði liðanna. Hér er hún. Öll vítakosti leiknum nýtt að þessu sinni, Káa 4 af 4 og það er rosalega mikilvægt að nýta vítin í svona leikjum. Heldur betur og alltaf gaman að rýna í þessa tölfræði. Hún segir hlutina á svarta hvítu, hvernig þeir eru. Já, í þessu tilfelli hvítt á gráu. Hvítt á gráu. En já, Káa náði mest 6 marka fórskoti, endar á 5 marka sigri. Virkilega sterkt og sjáum líka kannski svona munir. 10 varinn skot, HK megin 29% varsla, svo sem allt í lagi. En Káa megin 18 varinn skot, 47%. Já, það er bara, þó þetta séu innan gæsalappa bara 8 boltar, það munar helling þá og 47% eða á móti 29%. Það eru ekki skiptið á slettu, slett skipti. Nei, það er kórrétt. Þá skulum við kíkja á tímalínuna góðu. Sem að Káa byrjaði síðarhálfleikin með einsmarks forskot. Byrjaði síðarhálfleikin gríðarlega vel, skoraði fyrstu 5 mörkin, náði 6 marka forskoti og HK minnka munin í 4 mörk en komast aldrei nær það. Það var svona frekar þægilegt þó maður var alltaf að bíða eftir að HK gæti svo sem komið með áhlaup. Já, mér fannst svona þægilega ára yfir Káa og þeirra forskoti í leiknum og mér fannst kannski vanta svona hjá HK að þeir hefðu raunverulega trúa og þeir gætu stigið alvöru og krafti inn í þennan leik í seinni hálfleik. En ræðileg byrjun á Ágúst hjá HK í byrjun seinni hálfleiks. Já, þeir lentu í vandræðum með Káa-vörnina og Káa-liðið mitt líka móti kom tvíalt til leiks. Við höfðum smá áhyggjur þegar HK var svona við yfirröndina síðustu mínúturnar í fyrri hálfleiknum en Stefán Árnason er flottur þjálfari og hefur verið að gera magnaða hluti veitur. Ég segja bara hreint út, ég var ekkert endalega viss að við myndum verið í baráttu að fara upp. Það er að segja að við varum í svona góðri stöðu fyrir tímabilið. Þetta er fram úr mínum björtustu vonum. En það er ennþá 1 leikur eftir sem við þurfum til þess að klára þetta einvígi. Og eins og segi klukkan 7 á fimmtudaginn í Káa-heimilinu. Endilega fjölmennum í Káa-heimilinu, þetta verður ótrúlega gaman og svo er þetta kynningakvöld knattspyrnudeildar beint á eftir í Káa-heimilinu líka. Þetta er bara veisla fyrir okkur Káa-menn, endilega upplifum stemninguna. Búið að vera mjög gaman í vetur og nú er bara 1 leikur eftir vonandi. Já, Káa-menn þurfa núna að gæta svolítið að sér því þeir hafa ekki ennþá tapað heimaleik í vetur og þeir hefur ekki tapað heimaleik. Það er að segja frá talin Selfoss leikurinn í bikarnum. Já, en þegar að þú vinnur alltaf heimaleiki þá styttist í tapleiki.
Þannig að þeir verða að gæta sín og gæta að sér. Nei, það er alveg hárrétt. Og þegar að koma of marga þægilega kendir og þeir halda að hlutinni koma sjálfur sér, þá er illt í efni. En eins og segi, við liðið þarf alltaf að klálega á okkur stuðningsmönnum að halda og eins og segi, ég ætla að enda með þetta á því að enn og aftur biðja ykkur að mæta í KM klukkan 7 og þar á undan klukkan 6 mun hefjast sala á spilastokkunum með leikmönnum KA og KA Þórs. Endilega tekið ykkur frábæru stokka, þetta er frábær fjáröflun fyrir félagið og flott spili var að skoða í dag, mjög flott, einstaklega góð hönnun á þeim. En við þökkum fyrir okkur í dag, þetta er búið að vera mjög gaman og við sjáumst í KM á fimmtudaginn. Takk fyrir mig.